Og þar sem að var, já, eins og Rósa kom inn á, það hefur lengi unnið á fjölmiðlum. Það var kosningastjóri Vinstri-grænna í Reykjavík í fyrstu kosningunum. Vinn núna við svona ágjöf, þannig að það voru svona hæg heimatökin einhvern veginn að bara taka þetta einhvern veginn sjálfur það sér. Aðeins varandi það sem við vorum að tala hérna akkurat rétt í þessu að ég var nú lengi á þessum fjölmiðlum 2005 og talaði svona í gríni þegar ég var að tala með eitthvað þetta, ég var svona tók vinstri maðurinn en fekk að skrifa skoðanapistla, leiðara, þar sem að ég þyrfti aldrei að segja minni sannfæringum. En akkurat þegar það var svo komið mér að lokin, þá endaði það á því að ég hugsaði með mér að ég hefði ekki endilega áhuga á því að vera í þeirri stöðu. En óáréttum fékk ég að vera með öll mín skrif og öll mín skrif pólitík og falda valdið og fjölmiðlum snerti mig ekki þar. Hins vegar margir kunningjar mínir sem voru að skrifa annars konar mál, viðskipti og fyrirtækjabransan. Þeir fundu fyrir því mun meira ég. En ég ætla að þetta er gaman að við sem búin að ræða þetta kvöld, því að nú ég búin að nýta þessa ónýtu fjölmiðla okkur til framfaldar af því að og lýðræði og að tala við kjósendur, ég meina það er lýðræðið og ég meina að tala við lýðræðið þegar ég, svo sem Jón verður að leiðrétta mig, ég býr bara minningu þá staðreynd, það er staðreyndir að þegar menn til dæmis í Bandaríkjunum voru að koma fólk lýðræðið og ræða með þetta meira, þá snerist þetta allt að kjósendur tækju svo upplýst val, upplýsta ákvörðun afsakið og það var minna mál í minni samfélögum og þó við séum lítið samfélag, þá er gríðarlega flókið mál að koma upplýsingum að framfæri til kjósendur. Þeir eru ekki margir sem sittast niður með stefnuskólaflokkana og lesa frá A til Ö. Og þó þeir gerðu það, það var ekki fyrst að þeir finna endilega svo mikið munaði sem að það væri, af því að stefnuskráir eru oftar en ekki setta þannig fram að það er hljóma fallega í eyrum. En það er samt ýmislegt og af því að við erum að tala við kjósendur, þá langar við bara að skoða hvernig maður hefði sér í samtal. Samtal er bara samtal, þú tala við kjósendur ekki. Og þegar maður er að fara að tala við ekki, þá átt að vita hvað raunverulega, þetta er meira að segja að þetta er einhverjar, ég fann þetta á internetinu, við talaðum á internetinu. 6 reglur að fara inn í erfið samtal. Það vita hvað þú raunverulega vilt fá á samtalinu. Það verður að læsa á vísbendingar óöryggi í samtölum, á það að vera, ekki samtölinni, það getur óöryggi henni kannski líka. Og ágeng hegðun í því að þú segir óöryggi hjá einhverjum, það er að þú þvingar eigin skoðunum upp á hæðni og gera lítið úr. Þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga þegar við þurfum að tala pólitík. Skapa öryggi á viðmælandum, til að betur túlka rétt sem sagt segja hérna skoðun hér á málinu, ég er að sleppa mörgum ennum sé ég hérna, og ræða kanna hlið annar á málinu. Þessu grundvallar þema sem ég lesi gegnum þetta er að koma ekki fram með gassagangi og hérna herði þetta er en einrætt skoðun, þín skoðun er fáránleg. Vera hérna klár og vitur og hérna hæðinn og hérna já, gera lítið úr viðmælandunum. Ég er handhafi þennan einu réttu skoðun. Akkur er ég að tala með þetta svona beint við ykkur, af því að jú, við erum okkur kosningabaráttu. Við erum bara að hlusta á formann Vinstri-grænna segja okkur það hreint út, það er ekki meira. Þessi kosningabarátta verður ekki háð af auglýsingastofum. Ég náttúrulega munna nú hérna talandi Björningar Hrafnsson, kannski endar þessi fyrirlestur á internetinu eins og fyrirlestur Hanna sem er að kenna Hrafnsson og fólki hvernig að ljúga fjölmiðlum. Ég ætla einmitt ekki að gera það. En þessi kosningabaráttu verður einmitt háð maðurinn. Við öll hérna inni erum fótgönguliðar í því. Vinstri-grænn alveg sama hvort þótti ættu fullt af peningum og oft hefur svo stað að koma upp að Vinstri-grænn færni kosningar eigandi umtalsvert fé, þá hefur það bara ekki verið stefnan að auglýsa sig til valda. Það er byggt á öðru en því, þó að sjálfsögðu þurfi að auglýsa til að koma upplýsingum á framfæri til kjósendur svo þeir geti tekið upplýstu ákvörðun. Það er jafnvægislist. Þetta er í höndum allra félaga. Og það eru svona 2 hugmyndir í kosningabaráttu, svona það er 2, það er þetta skiptar hraðast að segja. Það eru 2 kenningar í þessu, það eru 7000 kenningar og einhver getur verið að segja að þessu 3 skólar eða
önnur séu 4, en ég ætla að skipta þessu í 2. Það er 2 meginleiðir. Það er populismi og það er transstefna. Og ég vel þetta hérna því mér finnst þetta svona, mér finnst þetta andstæðum pólarnir í því. Þegar Framsóknarflokkurinn, ég þekki til á auglýsingastofunni þar sem að þessi hérna þetta logo og þessi kosningabaráttu Framsóknarflokksins var ákveðin. Og aftur hvarfið til hérna þjóðlegum gilda Jóhannssonar, Hrefnu og fleiri. En fyrir mér eru þetta andstæðu pólarnir í því að koma málefnum á framfæri til að fá, þegar það skulum ekki vera að fara í grágötu með það. Það er markmið allra stjórnmálahreyfinga, fá sem flesta til að kjósa sig. Og það ef að menn ekki því, þá geta fólk alveg þess að hætta þessu. Þegar fólk í stjórnmálahreyfingum því að trúir á að því stefna hreyfingarinnar sé sú sem að komi því samfélagi sem það býr í best. Það á að vera hreyfilega. Svo getum við séð fyrir okkur dæmi þar sem að menn eru í stjórnmálum fyrir annað og hugsa með einn hag. Þetta að mínum að það var hreyfilega. En mér langar að taka bara svona nokkur dæmi og ég tek hérna nokkur dæmi ýmsa hluti. Mikið af því eru fréttir og umfjöldanir sem ég hef sjálfur komið að. Það er alltaf fyrir því það er ástæður að ég er sjálfhverfur, blaðamenn eru latir og haustnir. Þannig að það er einfalt að leita í eigin efni, en líka bara það að mér finnst bara þægilega að vera að sýna ykkur eitthvað sem ég hef gert, frekar en að vera að gagnrýna eitthvað sem ykkur aðrir hafa gert. Eða dásamlega. En ég tók viðtöl í kosningunum fyrir kosningarnar 2013 var hvort síðast eða ekki. Tók ég viðtöl við alla flokksformenn. Birtust í Fréttablaðinu, heilsíðu viðtöl og ég fór inn í þessu viðtöl þannig markvisst og meðvitað að ég ætlaði að fara að ræða við og hérna taka aðalstefnumálin út frá hverju. Það var ekki hægt á einni síðu í dagblaði fara vítt sviðið, hverja stefna flokksins hreyfingarinnar í öllu aðaláherslumál. Einhverjir hafa deilt þessu viðtali stundum. Þetta viðtal sem ég tók í sunnudaginn. Þannig að sjáum við, svo var hérna á hverjum, 1, 2, 3. Vissulega er fyrirsögn mín, en hún er algjörlega unnin úr því sem að kom fram hér. Þetta það voru í raun 2 aðal áherslumál sem við ræddum í þessu viðtali. Það var annars vegar skuldatilfærslan eða hvað kalla það, leiðréttingin, niðurfellingin og hins vegar afnám verðtryggingar. En þið sjá hvað þetta er skýrt. Stöndum fast á málefnum heimilina. Ekki bara því að rétt, heldur það er óhjákvæmilegt til að byggja upp Íslands efnahagslíf. Hvað er hægt að vera á móti þessu? Þú þarft ekki að heyra með. Svo Jón sagði hérna áðan, auðvitað einhver gerir þér peningar strax. Ég spyr, við erum ekki að leiða Evrópusambandið. Ekkert að fara í könnunarviðræður og kjósa að koma svo seinna, eða eins og fyrrum ríkisstjórn það ekki. Óljós tilgangur með umsókn að Evrópusambandið og við skulum ekki láta þess að það hafi ekki komið í þessi grænum illa. Atvinnuuppbygging, framtíðarsýn, stöðugleiki, þjóðarsátt, einfalt skattkerfi, 4 lykilorð í þessum 4 setningum, 4 lykilhugtök. Þetta er rosalega skýrt. En það er rosalega fátt í þessu satt. Og ef það verið starra að ég myndi lesa þetta og ég stend alveg með þessu viðtali þannig að staðinn bara nokkuð vel að reyna að reka manninn og gaf. Spurði aftur og aftur og aftur. Það er bara alveg skýrt þegar stefna, talandi um einsýni, bara alveg skýrt stefna. Svona er þetta. Og það skipta staðreyndir eða samtalið sem ég hér að tala eða rök eða ekki máli. Þetta er stefna. Valdi hann þessa punkta? Þessa? Já, ég bað alla að nefna 3 punkta sem eru helstu áherslu atriði. Og það er eitt. Við kemum inn á það aðeins og eftir. Sumir áttu bara hreinlega í erfiðleikum. Sumir flokksformenn, talandi tala hvort þú kunnum að tala ég kem inn á flokks. Sumir áttu í erfiðleikum með að taka stefnuna saman í 3 helstu aðalpunkta, sem er kannski ekkert óeðlilegt. En þú þarft að gera. Þú sjá hérna fylginn. Hér er æðsti dómur,
utan hérna, upp, og í hverju endur þau? Ég man það ekki, 19 þingmönnum í þennan. Á einföldum, skýrum málflutningi, sem að eins og ég segi, ekki endilega sannar og eins og Jón kom inn á það vissu það allir þetta væri kannski ekki endilega það besta. En þetta það sem menn keyrðu á og það bara árangur. Ég ekki að mæla með, en þetta leið til að ná í atkvæði. Hvernig til samanburðar? Þetta rosalega fallegur boðskapur, bara til kjör almennings. Hann ekki eins skýr, það ekki alveg, enn og aftur, fyrirsögnulegar eru mínir. Það ekki, flokksforminu kom ekki það. Það ekki eins skýr stefna, punktar með, rammaáætlun, jú, vissulega, ekki að hreyfa rammaáætlun. Þrepaskipt skattkerfi, norrænni fyrirmynd, dreifa byrðum og tryggja tekjum. Sagði hérna, aftur fjögur lykilhugtök, vel gert, mínum að þeim. Og einhver ríkisfyrirtækja, uppi hugmyndur og Landsvirkjun, það ekki boðið. Góðir punktar sem að hreyfingin myndi standa baki í dag, en ekki punktar með það sem stendur á Markvarstorgi og fer til því fylgið þegar Róbert. Þetta gjör ólík nálgun. Punktur 3 andhverfur. Og punktur 3 akkurat andhverfur, hann neikvæður. Og hver það þú það hún sem að? Þetta kemur frá þeim, þetta hérna. Ég sjá að þetta allt gæðsann, það hafi verið hugmyndir. Þannig að þetta og með því ekki að gagnrýna Vinstri græn í síðustu kosningum, ekki að gagnrýna Katrínu Rut viðtal, við lesið þetta. Hér allt satt skiljiði í þeirri merkingu að þetta eru hlutir sem hægt að standa við og í raun væri hægt að fara fram með þessa stefnu ennþá. Af því að hér verið að berjast á fyrir málefnum sem hafa mun traustari rætur heldur en popúlismin í hinumundum. En popúlismin getur virkað. Það sem að ég held að sé rosalega mikilvægt í kosningabaráttu, sérstaklega þegar við rekka með svona talmál. Það tengja þessi mál sem í samfélaginu, alltaf að koma upp. Facebook fer að hliðina yfir einhverjum málum þessu og nefn. Tengja þau í það daglega lífi fólks. Panamaskjöld, heilbrigðismálin, þú veist, ég fer aðeins betur hérna á eftir inn í einhverja af þessum málum. Þú veist, Panamaskjöldin, þetta bara tengt beint inn í daglegt líf fólks. Fullt af peningum út í heimi sem það tengist mér. Heilbrigðismál, undirskriftarsöfnun, Kára og gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta, allt þetta tengist bara daglegu líf okkar. Hálendisjóngarnir sem mikið umræður, loftslagsmál, Parísarfundurinn, málefni flóttafólks, stríð og átök, lýðræðismál. Listinn getur verið ekki kannski endalaus, hann getur verið mjög lengri. Þið sjáu hérna hljóta akkur í valdi þetta. Þetta þegar ég var fengið til að skipuleggja til þetta á stjórnmálaskóla, þá hugsaði ég hann eftir að þessu og við sem unnum á honum. Taka þau mál sem eru hérna í samfélaginu, tengja lífi daglegs fólks, en byggjumlega á stefnu hreyfingar. Við bara ætla að renna hér yfir dagskrá. Hér erum við með jöfnuðu skattkerfinu og skattastjóri, heilbrigðiskerfi, mannréttindi, baráttunni gegn ójöfnuði. Sjálfbærni, það Parísarfundurinn og hálendisjóngarnir, það hér. Tengt grænum málum og pólitík. Mannréttindi, flóttamannamál, stríð og friður, staða aldraða orðin þannig að vera að tala að bjóða fram lista eldri borgara. Það hér og svo tengjum við þá byggjum á þeirri stefnu og förum ofan í þá stefnu sem að hreyfingin hefur að vinna. Og hér erum við, já, þú ert bara tæki í mjög rundum hann mér. Lýðræði fjölmiðlar og hann þér hérna, sko. Það var svona grunnhugsun á bakvið, við værum að ræða, að fá fólk undan mann til að ræða við einhverju málefni samfélagsins sem leið og við tengdum það stefnu hreyfingarinnar og svo getum við svo farið út með það þegar við erum að tala við annar fólk, þegar við erum á þessum leiðum tala en allt hvað það er, þú veist, þið skiljið hvað ég er, við erum að reyna að samfara fólk að stefna í anda og helst að Vinstri-grænna sé svo rétta. Því það er það sem það snýst það er að koma kosningar. Við getum kvartað og kveinað á Facebook og samfélagsmiðlum og verið
ósátt við hvernig fjölmiðlar þróast og við komumst að það og Jón Ásgeir stýri öllu og þetta ekki skot það eina neinn. En ef það hefur ekki neina áhrif og ef bara eftir kosningar verður sama stjórnmálamynstur þá skiptir það bara nákvæmlega engu máli. Nú bara eitt verkefni. Þá kemur þessu. Það sem það að tala. Það er svo komið inn. Og verður að tala skýrt á skornum. Mér hefur oft átt að brenna við fólk vinstra megin við. Og það svo ríkt af hugsunum. Það svo ríkt af því hvernig, og hugmyndaríkt, hvernig það sem að samfélaginu fyrir bestu, að það talar dálítið vítt og breitt. Það á erfiðara með afmaks. Og þú veist, það þarf nokkra ástæður. Það ekki verið að útmála alla stefnuna í einu. Við erum að vekja athygli á ákveðnu stefnumál. Síðan erum við tilbúin í ítarlega spjalli og þetta það alltaf. Það eru bara nokkur punktar. Tökum aðeins dæmi. Þú voru að fara inn í kosningar. Og eitt af því sem að okkar fulltrúar á Alþingi hafa talað fyrir og í ljósi bara nýrra umræðina við komum fram í rannsókn fyrir Öryrkjabandalagið að kostnaðurinn við að gera heilbrigðisþjónustuna gjaldfrjálsa 6,5 milljarðar. Þetta rosalega utanáanleg tala. Hvernig setur þetta? Jú, auðlegðarskattur. Það getur skilað 10 milljarðar króna. Við ætlum að gera heilbrigðisþjónustuna gjaldfrjálsa með því að setja á auðlegðarskattin eða koma hann aftur á. Það getur skilað 10 milljarðar. Og til að vera, nú getur þetta farið eins og binga klippana á netið, því að það sem þetta hefur, ómeðvituðu samrænu áhrifum sem þetta hefur, þá þarf þú að fara að svara fyrir það að þú ert á móti að auðlegðarskatti. Ertu þá á móti því að heilbrigðisþjónusta verði gjaldfrjáls? Óþverralegt bragð, ég ekki að segja að það eigum við að segja. En þegar þú setur svona skýra tengingu á milli, hér lausnin. Efling menntakerfis, hvað kostar það? Ég veit ekki. Getur sett hvað sem hérna. Veiðigjöld, sem voru í lögum, sem það síðasta ríkis og setti, afkomutengt í sjávarútveginum, 14–24 milljarðar á ári. Það ekki einu sem mikið fyrir það. Þannig að tengja það þessu, þú veist. Hvað hafa margir lent í samræðum þar sem verið að segja ég vil efla heilbrigðiskerfið og ég vil þetta og ég vil hitt. Bara klára þetta og hvernig ætlar að borga fyrir það? Hvað þú veist, þið viljið alltaf eyða peningum og steypa í skuldir og allt það. Það bara búið að sýna fram á. Þetta ekki eitthvað sem ég búið til, þetta eitthvað sem var. Já, svo sem bara pæling með þetta til dæmis. Ef að við ætlum að tala svona, þarf þá ekki að setja einhverja línu fyrir kosningabarna að við setjum auðlegðarskatt á og gerum þá gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu á móti. Út af því að til dæmis eins og í gangi hérna í borginni að sjálfstæðismenn, þeir eru alltaf að gagnrýna meiri hlutan og segja að vantar peningi þetta og þetta og þetta og segja alltaf og það hægt að fá á Grensásveginn. Þegar hann eyða peningunum í Grensásveginn svona 30.000. Þetta dýrasta gata. Já, og hún kostar 170 milljónir. Já, ég skil hvað það fara. Ég myndi samt ekki gera það fyrir. Ég myndi ekki fara í það að við ætlum að setja skattin á til að gera þetta. Við myndum frekar að segja það sem við viljum gera að breyta samfélaginu. Við erum að breyta samfélaginu til að gera það betra. Við erum að gera það betra með gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu. Það kostar. Hvernig ætlum við að ná það þannig? Ég skil það, en svo Svandís í sjónvarpinu á þriðjudegi. Já, það svona sem hún ekki hér eða? Já, hún ekki hérna. Og hún segir, já, við ætlum að ná í meiri tekjur og nýta þær í þetta. Svo kaflinn á miðvikudegi og segir, við ætlum að segja meiri tekjur og nýta þær í eitthvað annað. Já, þú veist, við erum hérna ég nú tímaviltasti maður í heimi, það maí. Við erum inn í maí og við vitum ekki hvernig kosningar og þingið samræmdar kosningaáherslur Vinstri grænna ekki tilbúnar. Nei, ég bara spyr, það væri ekki... Já, að þú meinar eitt ekki við öðrum. Já. Jú, ég meina það eitthvað sem þarf að útfæra. Fyrir mér þarf þetta fyrst og fremst að vera skýrt og skorinn. Fyrir mér þarf þetta að vera samræmt, ekki þannig að tali eigum pákugarómi. Þetta nokkur áherslu á atriði sem tiltölulega einföld. Þetta bara eitthvað sem ég
tek hér Efling menntakerfi, sett ég bara hér, ég þurfi hvað sem sko. Þetta er actually búið að tala við töluðum þetta hér meira sér í fyrsta kvöldi stjórnmálaskólans var þetta talað og Katrín hefur talað þetta. En þetta, því miður eru ekki komið lengra í kosningastefnusgrána að mínu mati. Ég lagði það til strax á landsfundinum í fyrra að það er bara að fara strax í vinnu við hana. Af því þetta er svo mikið, koma skilbóðum strax á framfæri. Bara östin, hvað komið sem fyrir? Þessar? Já. Það koma frá efnahagsráðgjöfum síðustu ríkisstjórnar. Það koma ekki frá mér, þannig að þú getur treyst þeim. Og það er akkur það. Það þarf að byggja skilvísstefnu. Við ætlum að taka hérna aðeins til dæmi. Panama-skilvíð sem ég kom að sinna á. Sumir segja að þetta sé ástæðan fyrir því að fylgi Vinstri grænna er að fara 20%. 18 til 20% hvað er. Vinstri grænir höfðu skýra sín í þessum málum. Alveg rosalega skýra sín. Og samstaða innan hreyfingarinnar. Það gekk vel að miðla skilaboðunum. Það var þetta að vísa í fyrri verk, sem er ekki alltaf, það er þetta að vísa í vinnu hreyfingarinnar í skattamálum. Og voru tilbúin með skilaboðum. Þau eru einföld. Ábaka skatta og það er ekki á neinu. Og ég mæta einu við sem það hefur ákváð að ekki eða skerðir samstöðum. Ég held ekki. En það var aftur sem ég held að hann er líka haft áhrifandina, því að ég sammálaði að þetta hafi gífulega áhrifandina. Og það er í ímyndarmælingum nánast Vinstri grænir mjög óspiltast til allra flokka. Örglega, og það er hægt að segja... Og það er allt fyrir að kæri skil. Já, þið heyrðu að ég notaði þessa aldakomna aðferð þegar ég er að koma í minniskóna á framfæri að segja að sumir segja sko, það fari ég ekki að standa fyrir því sko. En af því að ég held að fylgisveiflur séu mun flóknari en fólk vil vera láta. Þegar fólk segir, já, Vinstri grænir að vinna að fylgja samfélagum, þá held ég þetta sé ekki alveg svona einfalt. Ég held að fylgið sé miklu meira flótti og hvað það er hverju sinni sem að þýðir akkurat þessum tímapunkti eða þessar viku eða hvað það er, veist, ég veit það ekki. En ég er alveg viss það að þetta er gríðarlega mikil áhrif á fylgisveiklum. Síðan erum við með tek dæmi og að því ég bara, mér langar ekki að vera tala illum eitthvað sem við nýbúið að gera eða að sé hægt að skilja það þannig að ég sé að gagnrýna eða eitthvað svoleiðis. Ég er ekki neitt stuðu til að dæma eitthvað þess að ákvæði fara til langt aftur í tíma. Kárahnjúkavirkjun. Og rosalega skýr sýn hjá Vinstri grænum, þannig Kárahnjúkavirkjun. En það var rosalega flókin útfærsla. Eitt er að samfélagið var ekki eins móttækilegt fyrir boðskapnum þá og það er nú. Hagræn áhrif að Kárahnjúkavirkjun væri í raun miklu minni heldur en gert að ráð fyrir í áætlunum og þú veist, það var skilaboðin og ég samanlega bara einu skilaboðin. Ég veist öll rétt að þau voru ekki tróðslega skýr. Þetta er aldrei bannirðir í nútíma stjórnmálum, það er klókur, klækja stjórnmál, það er neikvægt. Stundum þarf samt að sýna, ég ekki þess að hyggindi, frekar en klókindi þennan. Ég afmarka skilaboðin, eins og við planum hér að kunnum við að vera með einfaldleika, kunnum við að afmarka skilaboðin. Hvað skilaboðin hér, ég er ekki að segja að niðurstaðan hefði verið önnur, en hvað skilaboðin hér hefði verið mjög einfaldur. Þá er mjög auðveldara að taka afstöðu með. Það er alltaf komið eitthvað nýtt og þetta er eitthvað. Og það er ekki þannig að þegar það kemur, og maður á að tala magn upplýsinga þýðir ekki endilega að máli verður skýrara. Það er ekki alltaf þannig. Svo er þetta bara lykilatriði í þessu eins og öllu öðru. Þú veist, segja satt. Það vita allir þetta ekki rétt. Það vita allir. Hann veit, það vita allir. Þetta gefur Davidsen ákveðin frían passa. En þetta æsir svona frá náttúrulega mótum. Ég finnst þetta mjög pérlega heimskulega. Það er ekki heldur hálfsamlega. Þú veist, hyggst ekki þiggja laun sem forseti. Nei, en það þyrfti hann þá að gefa eftir launu sín. Sem að slaga hátt upp í laun forseta. Þú veist, hann er ekki að gefa eftir mánaðarlaun forseta. Hann er ekki að gefa eftir þess. Þetta er hálfsamlega. Og að þú segir eitthvað svona, þá fara 1000 af stað leið.
hanga, þetta nú ekki alveg rétt, þetta ekki alveg svona, þetta ekki alveg, hvað veist. Ekki láta það hanga sig á einhverju svona. Segja satt og geta staðið við það til að sýna hérna skemmtilegt hund á mínum öði. Núna sjá hvernig við gengur. Fyrir rúmum 1000 árum settu... Þetta átti að vera svo. Sko, ég þarf náttúrulega að færa hérna yfir í skoða hérna, segja satt. Fyrir rúmum 1000 árum settu Íslendingar á laggirnar þjóðþing á Þingvöllum, Alþingi. Á hátíðis- og tyllidögum erum við stolt af sögu þessarar elstu og æðstu sameiginlegu stofnunar landsmanna. Nú svo komið að Alþingi máttlaust, ráðherrar ráða of miklu á kostnað hins þjóðkjörna þings. Framsóknarflokkurinn telur brýnt að samin verði ný og nútímaleg stjórnarskrá sem tryggir styrk og sjálfstæði Alþingis. Stjórnarskráin þarf að setja ráðherrunum skorður, tryggja öflugt lýðræði, réttlæti, gagnsæi og skilvirkni í samfélaginu. Framsóknarflokkurinn hefur barist fyrir því að ný og framsækin stjórnarskrá verði samin af sérstöku stjórnlagaþingi þar sem eiga sæti þjóðkjörnir fulltrúar almennings í landinu. Aðskilnað löggjafar og framkvæmdavalds þarf að skerpa til muna og ráðherrar, fulltrúar framkvæmdavaldsins, eiga ekki að gegna þingmennsku. Við viljum að valdið verði fært meira í hendurnar á almenningi. Þess vegna þarf að auka heimildir til þjóðaratkvæðagreiðslu. Við kosningar til Alþingis og sveitastjórna þarf að búa svo hnúta að kjósendur geti í auknum mæli valið persónur en ekki flokka. Jafnframt þarf að jafna vægi atkvæða á landsvísu. Stór hluti þess að lýðræði virki að fagleg og málefnaleg vinnubrögð séu í heiðri höfð. Við viljum að stjórnvöld hlusti á gagnrýni, beri virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum og leiti faglegra lausna í álitamálum á grundvelli samvinnu og ráðgjafar, innlendrar sem erlendrar. Fjölmiðlar, fjórðavaldið, þurfa að vera fjölbreytilegir og ritstjórnir þeirra verða að vera sjálfstæðar og eignarhald á fjölmiðlum gagnsætt. Framsóknarflokkurinn lýðræðisflokkur. Kosningarnar 25. apríl eru haldnar að frumkvæði Framsóknarflokksins eftir ríka og skiljanlega kröfu almennings þar í búsáhaldabyltingunni. Við kunnum að hlusta, við kunnum að bregðast við. Þjóðin þarf lýðræðisumbætur. Framsóknarflokkurinn vill aðgerðir núna. Já, margt þarna sem hefur staðist eða allt frá því að hlusta á sérfræðinga og fjölmiðla sem hefur birst í kröfum að háskólaprófessorar séu látnir fara eða útsettaður á RÚV og yfir í bara stjórnarskrána og eiginlega hvað sem er. Það er rosalega fátt í þessari auglýsingu satt og þarna flokkurinn að reyna að sigla inn í ölduna sem var þá í samfélaginu, hugarfarsölduna sem var þessi. Allir sem eitthvað vissu stjórnmálaðið höfðu fylgst með vissu að þetta var ekkert að þessu satt, ekkert að þessu átt að gera. Og það sem þetta getur gert, talandi með Lára Hanna Fjölnir og fleiri, það sem internetið gefur okkur er að það gleymir einhvern. Og þú segir eitthvað einhvers staðar og það er alltaf dregið upp. Og þess vegna á bara að segja satt. Það var draðað upp. Já. Það á ábyrgð okkur. Það ekki hægt að ætlast til þess að Lára Hanna gera eða einhver annar. Það eru við sem eigum að gera það. Og ég kem aðeins inn á það hérna. Ekki láta ykkur bregða. Nú kom mynd af mér. Það lýsir því sem að ég er að tala um. Já, ég vildi bara taka þess eigin dæmi hérna. Það byrjar og endar allt á okkur sjálfum. Við erum að tala um samfélagsmiðlana. Já, þeir eru mengi sem eru afmarkað. Það er ekki hægt að neyða fólk að fara að gerast vinir sjálfstæðis og fólk séður flokkum bara svo að það geti haft meiri áhrif. Samt þetta það líka, því það er partur samfélag. Og þetta byrjar og endar alltaf á sjálfum. Það er að deila, birtingarstaður, greina, skiptir minna máli en hversu mikið deilt. Þegar grein sé í fréttablaðinu með mynd, tala ekki okkur, mynd af höfundi og svona, skiptir minna máli hvort þú fær 1000 deilingar á Facebook. Greinastig, fyrirsögnum skot, ég áttu 90% lesenda. Þeir eru hérna. Þetta er talandi tölur, gefur frá mér. Getur verið 80%, getur ekki veitir. Bara punkturinn langstærstu hluti lesenda les þetta. Og kvót, ég var að senda inn aðsenda greinar,
þá veljið þið sjálf að velja rætt fót á að vera tekið úr þeim. Því annars verður blaðamaður sem sér sem þetta greina. Þetta tók ég bara sem dæmi, af því ég skrifaði þetta dæmi. Þetta svo grein sem ég skrifa sem það fengið flestar deilingar. Ég hef alveg fólki sem fannst þetta á data ósvíðu, fullinni. Þetta fjallar akkurat Kárahnjúkavirkjun og samningarna þar. Einn vinkil af því sem að ég var að ræða máma. Stend við þessa fyrirsögn hvernig sem Ég hefði líka ekki að sagt að Framsókn, Sjálfstæðisflokkur og stór hluti Samfylkingar gaf Alcoa 120 milljarða. Það snýst orkusamningar sem gerðir Landsvirkjun. En þannig fannst mér fanga það að Kárahnjúkavirkjun og álver á Austurlandi var alltaf stóran á Framsókn. Getur vel með einhvern veginn að finnst þetta ósvíðin fyrirsögn, en ég finnst það ekki. En þetta í það minnsta verður til þess að fleiri lesa. Og ég ekki að segja að við að vera ósvíðin í fyrirsögnum, en það þarf að vera sláandi. Kannski meira það. Aftur, þetta bara byrjar og endar á sögum. Þú veist. Nú mæ, við búum að komast að því. Þú veist. Það við erum að fara að hitta bóttins, við erum að fara í fjölskyldubónum, við erum búin að vera fermingarvöxtur núna, við erum að fara í sumarfrí og þetta bara gamaldags maður og manni. Þetta ekkert annað. Það ekkert hægt að ætlast til þess að hreyfingin komi og stígi inn og ná í þetta. Þetta við. Hér þetta. Þetta alltaf eins. Þetta búið að vera frábær vinna í gangi málefni hreyfingarinnar þó ég tali fyrir því að það vanti að fara í að búið til kosningarstefnum, þá það bara að plagga unnið úr þessu. Þetta allt hér. Þetta bara biblían fyrir okkur Við þurfum að tengja þessi stefnur sem hér, því sem að gerast hverju sem í samfélagi. Flóttamannamál, Panamaskeiðin, undirskriftasöfnun Kára, allt þetta. Það er skýrt og skoranástum þessi stefnu og í punktum en ekki í fyrirlestum. Nema þessi óskar eftir. Svo sumir þannig sem vilja að fá fyrir. Því að munum það getur allt gerst. Þetta 19 manna þingflokkur Framsóknarflokks sem síðast kosningar. Takk fyrir. Nú þetta komin allt og langt fram í tímanum.